Segjum, þetta forsíðu frétt. Hei, hendur sér brendun. Áramótaskaupinu var stolið í nótt. Albert Guðmundsson, veistu að það er búið að stela áramótaskaupi sjónvarpsins? Það getur ekki verið. Tinna! Segðu mig, Albert, er það satt að tíkin eiga til að bíta fólk í vinstri fótinn? Hún hefur alltaf þurft að þola þessar ádýlur, alla tíð. Það er alveg saman hvort það er hægri eða vinstri. Já, er það virkilegt, já? Siggi! Randver! Og allt það, hér fáum við ansið skemmtilegan smell. Nú, en það við hæfi hér áramót að líta aðeins öxl. Nú, en það ekki eftir neinu að bíða. Bíðum samt aðeins. Og Albert, ef þú vildi kannski telja inn í lagið fyrir okkur. Halló! Kópasker!
Góðan dag. Já, takk, já, takk, já. Ætlar að sitja í? Já, takk, já, takk, já. Jæja, vinur, það þitt mál. Við sækjum ólgandi sjóðinn á sjóðakerfinu græða má og ef það bregst þá má alltaf slá sér ótal vísla og lán. Í útgerð seðlana setjum við og setjum oss á höfuðið. Einar klár hérna, ekki? Jú, Einar hérna. Hans pröfaði á að vera hér alveg. Þetta er Magnús hérna, varstu búinn að pröfa það? Nei, veitu. Nó! Hann er á lyfjum þessi, alveg örugg. Magnús er á sterkum lyfjum í þessu dagana. Nú, Frímann, ert þú með þína pröfu? Já, hún er hér. Hvað, ertu ekki með meira? Ég áttu ekki bara að vera miðbunnan? Jú, ættu nú að duga. Já, hann sleppur í gegn með það. Já, segjum það. Jóhannes! Ó, hún er hér. Nó! Ó, ykkur. Það er bara svona. Ákasta mikið í dag, Jóhannes. Já, þetta er leið. Nú, þá er það bara Skúli eftir. Skúli minn. Ég er búinn að skila. Nei, Skúli minn. Það er ekki Ég vil setja hvíta plastmáli. Nei, það er ekki komið inn á borð til okkar, Skúli minn. Pálum minn hérna. Já, nei, það er ekki hér. Merk þetta betur, Skúli minn. Nei! Þetta er Einar, maður. Hei! Magnús! Nei, þetta er Einar, sko. Verða áramót, skaupinu stólið í nótt. Geir Hallgrímsson, hver ber ábyrgðina þegar svona hlutir hverfa á ríkisfyrirtækjum? Hverjum er þetta stefna í svona tilvikum? Já, ég skal gjarnan vera sá stemdi í þessu máli. Segi Geir. Gauinn minn, ertu kominn? Já. Fórstu ekki með mömmu á brennuna? Jú, en ég hélt eftir pelsinu sem við gáum inn í jólagjöf. Við tímdi ekki að láta hann. Hvað að brenna við það þér? Nei. Þetta skal ég muna þér ekki alveg. Ganga í dans, hann Geir og kærastan hans. Farðu vel Frans, brauðsleið, og ef þið látist úr leiðindum, þá kaupi ég krans. Ógeð. Fannst þetta fyndið? Superskarpet. Þjóð! Þjóð! Já, hvað var það? Er eitthvað bilað? Ó, fyrirgefið. Já, Svel. Já, svona kom það. Þetta meira? Það er ekki að kella yfir, já. Sko, ef við færum nú Albert til dæmis hingað, þá geti Ragnhildur alveg velkomið hingað og Sverrir geti verið hér. Nei, byrju við, sko, ef við færum nú Albert til dæmis hingað, sko, og Sverri hingað, þá er náttúrulega komið henni heyrðu, byrju, hvað erum við þá stæðið? Þá erum við alveg í sömu sporum og áðan. Já, það er alveg satt. En það er alveg greinlegt, þetta gengur ekki upp svona. Það er alltaf einn afgangs. Sko, það verður greinlega einhver að ganga út. Nú, orðið sem við fjöllum í kvöld, það myndast mjög framarlega. Og það er orðið framorðið. Ingibjörg, það er orðið framorðið. Já, ég veit það. Ég þá hætta núna? Nei, Ingibjörg, það er orðið framorðið. Já, ég veit það.
Það er orðið áliðið. Nei, Ingibjörg, það er ekki áliðið, það er orðið framorðið. Áliðið að framorð skiptir það nokkru máli. Ingibjörg, þetta er orðið gott. Gott. Er ekki hægt að bæta bara við stól hérna? Já, nei. Eða hérna, það er nóg pláss hérna. Nei, það verður svo asnalegt. Pullulega hérna. Nei, við höfum bara komast að niðurstöðum þetta, krakkar. Hérna, en hann er ekki einhver í sjoppuna og svo ræðum við málin. Hvað, akkur horfið svona á mig? Ég bara... Jæja, þá, ég skal þá fara alltaf ég seldur út í sjoppu. Nei, strákar, fljóttir. Já. Hleypið mér inn, svikarar. Já, er þá ekki bara komin lausn á þessu máli? Jú, ég held það. Það held ég. Þorsteinn minn, gjörðu svo vel. Fljúga hvítu fiðrildin fyrir neðan hólinn, þarna læðir Þorsteinninn þjóhnöppum í stólinn minn. Nei, ég bað símanum að vekja mig. Gott kvöld. Nú á sunnudaginn kemur á dagskrá sjónvarpsins þátturinn Sjónvarp næstu viku. Nú við skulum kíkja á stutt atriði úr þessum þætti. Gott kvöld. Nú á sunnudaginn kemur á dagskrá sjónvarpsins þátturinn Sjónvarp næstu viku. Nú við skulum kíkja á stutt brot úr þessum þætti. Gott kvöld. Á sunnudaginn kemur á dagskrá sjónvarpsins þátturinn Sjónvarp næstu viku. Við getum alveg kíkt á eitt brot við bót úr þeim þætti. Jæja, hvernig gengur hjá þér? Mikil uppgrip? Já, elskar mig og þetta er allt annað líf eftir að maður byrja þessum einkaskóla. Verðið stillt, krakkar! Mentan veginn þú röltir í ró, þó að rænan sé sljó, góði þraukaðu þó. Þú skalt fræðast fiska í sjó, ef þú værir mér af sælum en já. Upp með peningaveskin ekkert væl, því þú átt að læra að borga hæl. Money, money, money. Upp með peningaveskin ekkert væl, því þú átt að læra að borga hæl. Billy minn, nautakjött. Nautakjött, já. Ég er bara búinn okkur hérna, nautakjötti. Þetta er bara búinn. Góða. Stoppa hér. Heyrðu hvað ég sagði? Ég sagði stoppa hérna. Þú líka? Heyrðu, hvað á að fara? Nei, stoppa hér. Stoppa hér, heyrðu. Ég sagði stoppa hér. Hvað er þetta? Ég sagði bara að þú má stoppa hérna. Já, tilbaka. Já, tilbaka, sagði ég. Allir saman. Svona. Nú já. Þið viljið þá fara í hart með þetta. Allt í lagi! Halló! Hæ! Hvað ertu búinn að gera, maður? Maður var fórn í þessu. Þetta skjóta niður lóurnar! Ekki bara lóurnar, góður minn. Þetta er bara alla farfuglar sem leggja sig. Já, en af hverju farfuglarna? Af hverju? Þetta eru fleiri þúsund tonn af hráu kjöti sem að ryðjast fyrir landi á hverju ári. Það er bara skylda mín sem tollert að stöðva þetta. Þetta er bara algjörlega ólöglegur uppfyttingur. Jú, verður býttur rólegur. Hvað með erlenda ferðamenn?
menn eru þeir þá ekki líka ólöglegt kjöt? Þú segir nokkuð. Nei, heyrðu. Gott kvöld. Í þættinum í kvöld verður komið víða vitt og víða verður leita. Við munum breiða okkur inn í Laugardal og fylgjast það með hrjálstramót á Laugardalsvellinum. Halló. Já, þetta þín Latti. Já. Já, nei, ég má ekki vera að því núna. Ég að lesa fyrir hann Bjarna. Já, ég geng frá það mánudaginn. Já, ok. Hefur við haldið áfram? Já. Við skulum bara kíkja á sig Sýnisson. Ég Palli Petersen frá Hallestedt og ég villi fara á klósettið. Nú tingað slutt og hana nú. Segðu mér, Albert, til hvers fara menn út í pólitík? Til þess að fá almenning til þess að hugsa ekkert og að trúa því sem kemur fram. En ekki æskilegt að fólk hugsi eitthvað smávegis? Nei, ég á móti því. Hvað skaupið? Nú hann það ekki. Og við skulum bara drífa okkur, Kuldaskór. 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 Veikalla í vandum skó, þú ert svo veimil, títileg og mjá. Veikalla í vandum skó, þú veist ég skil það vel hvað þú ert sár. Veikalla í vandum skó, þú veður í slappi vor og snjó. Veikalla í vandum skó, krumpu volgin og blá. Vert ekki svona sár, svei mér þá. Í síðasta þætti sprikluðum við stórt. Við litum við hjá Frímanni Fuglabanna á Skotbakka. Einnig sóttum við heim Mansa í Útsölum. En núna ætlunin að sprikla hjá þeim bræðrum Magnúsi og Eyjólfi Laufdal. Góðan daginn, bræður. Þið eru heima? Já, blessaður ertu, við förum aldrei neitt. Nei. Jæja, á maður ekki að bjóða þér upp á kaffisopa? Jú, takk, það væri gott, ha. Nú sætla þú kannski. Jæja, hvað vorum við að tala um? Nei, við vorum að tala um kaffi. Nei, takk ómorlega ekki fyrir mig. Magnús, vilt þú kaffi? Jæja, bræður, þið eru búin að búa hérna ansi lengi, það ekki? Já, það sé ekki orðin í 40 ár. Já, 40 ár, já, og þegar við fluttum hingað þá með foreldrum ykkar. Nei, við vorum nú bara sendir hingað í sveit sem börn. Þá var ekki nokkuð fæða hér, svo við fórum bara söður aftur. En þá voru pappa og mamma flutt eitthvað í burtu. Já, það er nefnilega það, já. Við bara fórum hingað
og hefur verið hérna síðan. Þetta er náttúrulega bilun. Er það ekki, Magnús? Já, þýðu. Já, en afi, sko. Afi, hann var hérna líka sem barn. En það var nú áður en við komum hingað svo við kynntumst honum af aldrei neitt. Sko sem barni. Já. En afi ykkar, hann bjó... Hann dó. Já, en ég meina, hann byggði þessa jörð upp, var það? Já, það var sko áður en hann dó. Já, hann hefur verið fjörugu kallan afi ykkar, maður hefur heyrt það. Nei, ekki eftir að hann dó. Fannst þér það, Magnús? Já, þýðu. Jæja, bræður, hér virðist nú hálf svona kaldranalegt, ha? Er það, já? Hvernig kynnti þið nú upp húsið ykkar? Með kindunum. Með kindunum? Já, okkur var sagt að við yrðum að kynda húsið, svo við settum bara kindur í öll herbyggin. Þetta er náttúrulega bilun. Í kyndingunni þá? Nei, bara í okkur, Magnúsi. Er það ekki, Magnús? Já, en hvernig er einangrunin hérna? Hún er náttúrulega ansi mikil, einangrunin. Mikil, já, það má segja það. Það fór til dæmis aðskoti mikið í þennan vegg hérna. Já. En Magnús, viltu aðeins? Ef þú vildir. Takk. Eyjólfur, en sambandi ykkar við aðra bæi? Nú eru þið náttúrulega með síma? Nei. Þið eru ekki með síma, nei? Nei. Hvers vegna eru þið ekki með síma? Já, blessaður, það hringir aldrei nokkur kjaftur í okkur. Nei, á hverju heldur þú það? Vegna þess að við erum ekki með neitt síma. Jæja, Magnús og Eyjólfur, ætlið þið ekki að fara að flytjast á mölina? Nei, ekki úr því sem komið er. Við erum búin að vera hérna svo lengi. Þetta er svo afskekt hérna. Lýsandi dæmi þetta er orðið snjótittlingur. Ingibjörg, ef þú vildi nú segja þetta orð fyrir okkur. Snjótippi. bara eitthvað lítið, snjóræðilega. Tilbúið hérna, strákar! Tilbúið hérna! Það er rétt að sjá panta på stjórn! Allt er búið! Þú baðst blóðugarsteik, var það ekki? Jú, takk. Örugglega vel blóðug. Ég get ábyrgt það. Já. Áramótaskaupur var stolið í nótt. Tveim árum seinna. Sitt ég sveittur og södra ölkrús. Á
barnum sit ég sveittur og södra öl úr krús. Þetta bjór líki blandað á staðnum. Þetta meiri háttar blues. Það Svona rétti svona. Svo pínlítinn vodka hérna út í svona aðeins. Jæja, heyrðu, ætlar þú ekki að fá björlíki? Já, viltu ekki svona fylgjast með, sko, það verða allir að vita hvað þeir eru að láta ofan í sig, er það skilið? Já, gott. Þá höldum áfram, kláraðu þetta. Þetta bara svolítið viski svona úti og svo sjálfsögðu svona... Jæja, þá blöndum við þetta. Á margar sitt ég sveit. Svona, jæja, þá erum við bara komin með björlíki, ekki þess að vel. Já, takk. Gasalegtist. Þú varst með líka, var það ekki þess að vel? Jú, ég ætlaði að fá dökkan, takk. Nú dökkan, æ, já, mér finnst það mikið betri. Já, það er stundum það, sko, gera svo vel. Já, sniðugt. Gott kvöld. Nú á sunnudaginn kemur klukkan 20:30 og þáttur... nei. Þetta er bara... Þetta er eitthvað vitleysa. Við getum ekki haldið svona áfram. Vitleysa. Þetta er ekki alveg rétt, Ingibjörg. Það er orðið vitleysa. Já, ég læt ykkur fá þessa Vitleysa. Ingibjörg, vitleysa. Vitleysa. Mistök. Meiri háttar blues. Já, ég get alveg hiklaust mælt með þessari. Ég er með eina svona heima hjá mér og hún hefur reynst alveg einstaklega vel. Og endist vel? Endist alveg vonur við til elskan mín. Það er bara eina alveg saman hvernig ég farið með hana. Hún virðist bara þola allt. Og sparneytin? Já, eyðir saman á engu. Afkasta samt á við 2. En svo sérðu hún er að elda, bakar, heldur heitum, allt í einu. Má ég aðeins? Jáhá. Þú bara með 3 brauð í ofninum? Það er þessi lúxusmaður. Og greiðslukjörin? Þú getur fengið hana endurgjaldslaust í 1 viku til reynslu og svo má náttúrulega bara alltaf semja greiðslukjörin. Hvernig er með þrifin á henni? Hún þrífur sig sjálf. Já. Jú, ég held ég skelli mig bara á hana. Það er nefnilega það. Viltu kassahættunum hana? Nei, ég tek hana bara svona. Já, allt í lagi. Og þú borgar hana svo bara í kassan, vinur. Svít og táfélag. Já,
sem þó að taugarnar í okkur séu segja svona vel að lífast ekki hér. Þú ert órakaður aulinn. Þú ert innskeiður með hor. Þú ert frekkóttur með fösum og á fingrunum slor. Þú ert hærður undir höndum og með hálsmorgu og fer. Þú ert snirðlaus og þú stamar, ert með stórt og forljótt nef. Þú veist það, elsku vinur, að við viljum ekkert gott. Nei, takk! Oj, bjakk. Þar sæng þín og gatt, þar hest þinn og nafn. Og hundskast á burt í einum drænum og fylgir einhver annan stað í bænum. Fylgir einhver annan stað í bænum. Það er alltaf hápunktir að 5 mínútur eftir að leikna það gubbjönda með vítaspyrnu. Bygga, þetta getur haft úrslit áhrif á hvort Bygga haldi sæti sem nennar til ekki fallega þetta. Og hann skorði, þetta var frábært mark af Petru og við sjáum þetta endurtekið, þetta skemmtilega brot sem var á Nanna. Sjáu þarna dettur hann. Já, og við bara fáum þetta endurtekið, þetta skemmtilega mark. Og Marði, og þau verða það áfram hérna þetta. Fljótlega eftir áramótin verður haldið heimsmót vindlareykingamanna. Albert, værið þú fáanlegur til að spjalla lítilega við okkur þetta væntanlega reykingamót? Ég ekkert á móti því. Albert, nú þá allir að vörum að þú hafi náð ótrúlegum árangri í þínum reykingum. Geti jafnvel blásið út úr þér furðulegustu reykminstrum eins og hringjum og þríhyrningum. En nú hefur það líka frést að félagar þínir í Sjálfstæðisflokknum sé ekki hrifnir að því að þú keppir á Kúbu. Þeir eru náttúrulega að reyna að koma höggstæði á andstæðinginn allan tíman og alveg sér í lagi að honum tekst velur. Alveg sér í lagi það þolaðir ekki hver öðrum. Já, nú keppir þarna einn harðsnúnasti vindlareykingamæður heims, Juan Carlos de Cigarros frá Buenos Aires. Er hann ekki miklu betri en þú? Miðað við gömlu aðferðina, ekki nýju aðferðina. Einmitt, já, en ef þú heldur áfram að æfa þig, heldur þá að þið takist að blása reyk út úr bæði eyrun í einu? Það er ekkert reynt á það. Já, já. En eitt er víst, að það er ekki hættulaust. Keppendur þessu móti hafa þjálfað sig upp í ótrúlegustu reykingalistum, Albert. Það hefur til dæmis frestað einum keppinutum þinna, George Schwarzenegger, rákmann frá Austurríki, hafi tekist að blása reyk út svitaholundur undir handagreikunum. Hvað finnst þér svona aðferð, Albert? Já, sko, hann hefur farið sína leiðir til þess að það verði fundið út hvort að hans aðferð er leyfileg eða mín aðferð óleyfileg. En nú er einn helsti keppandi þinn, John Smokey frá Bandaríkjónum, með alveg heftarlegan vararþurrk. Það er okkur í hag. Segðu mér, Albert, nú ferð þú einn út. Af hverju fer konan þín ekki með? Við höfum bara ekki efna á því. Já, en Albert, ein svona létt spurningarlokum. Ef þú væri lítill og mjór og reyktir ekki vindla, hvað þá? Þá væri ég ekki Albert Guðmundsson. Og ég er ekkert að reyna að komast út úr því hlutverki. Ekkert bólar á skaupinu. Guðrún, af hverju tóku þið Páll Pétursson ekki þátt í þessu skaupi? Það er ekkert gaman okkur Páli sem er búin að puða í 1 ár við að undirbúa mál.
er lampi hér í delli. Calma, ekki gæsting. Ég fara fram í eldhús og tala við Alfredo. Alfredo! Nú ástandið sko undan þessum bæ. Ég auralaus og hvorki sín né hlæ. Ég súr og líka svekktur og nú sit ég hér í teng. Og hver ég illa kvektur. Ég í spreng. Ég í spreng. Kamarinn komin undir hamarinn. Náhúsið mitt á nauðungar upp og fer. Ég neyðist til að haldi mér. Oh boy! John! Þjóðin situr upp með glata skaup. Þjófnaðurinn á áramótaskaupinu hefur vakið óhug og reiði meðal þjóðarinnar. Hér eru mættir til okkar í sjónvarpssal tveir af höfundum nýja skaupsins, Steingrímur Hermannsson og Albert Guðmundsson. Einnig eru hér í sjónvarpssal og að spyrja þá spörunum úr nokkrir blaðamenn. Nú, Steingrímur, mig langar til að spyrja þig hvernig miðar vinnunni við nýja skaupið? Ég er með hér skrá yfir 25 atriði sem byggjast á þessu plaggi. Þau eru allt tímasett hvenær þau koma til framkvæmda. Já, þannig það. En nú gekk mjög illa að fá okkur félagana hingað til viðtals. Afskaplega illa. Segðu mér eitt, ég frétt að þið hefðu látið loka ykkur inn á skalasafni Alþingis. Það verður að vera friður bæði fyrir ykkur fréttamönnum og öðrum að vinna. Það verður að vera vinnu friður. Já, en það hefur flogið fyrir, Albert, að þetta verði einhver dýrasti og fjölmennasti skemmtiþáttur sem sögur fara af. Einhver hefur nefnt til dæmis 9 milljarða. Er þetta ekki einhver misskilningur, Albert? Hvernig er það? Við erum að ráða núna, ég veit ekki annað en að það sé búið að ráða í 29 stöður, en 9 milljarðar guðanóttur. Vitið þið hvað er að tala um? Já, en hvar, Albert, hvar á að taka þessa peninga? Af elliheimilum, af barnaheimilum, af sjúkrahúsum, af hverju sem við getum nefnt, af íþróttafélögum, af öllum þeim sem njóta undan þá núna, þá væri hægt í heild að ná inn 9 milljónum. 9 milljónum. Nú stóðst þú fyrir skemmtiatrið á síðasta landsfundi Sjálfstæðisflokksins. Þetta skaupið mæltist fremur illa fyrir ef ég man rétt. Og þú getur aldrei náð 100% árangri yfir fyrstu atriðinu. En árangurinn var verulegur. Við vissum að þetta nýja skaup ykkar félag sko verði eins gott á það sem að hvarf. Það er áreiðanlega stórkostlega mikið betur en það var og vonandi í lagi. Nú, það væri þá kannski ekki vegi að líta á eins og eitt atrið úr þessu nýja skaupi. Já, við skulum að líta á þetta. Steingrímur, nú veist þú að áramótaskaupið er fjölskyldu þáttur. Finnst þér þetta smekklegt atriði? Það hefur ekki orðið samkomulag á milli flokkana þetta. Og ég held ég megi fullir að þetta er eina atriðið í þeim tillögum sem ég lagði fram sem ekki náðist samkomulag um. Flokkast þetta ekki undir aulafyndni? Menni, er þetta ekki fyrir fólk með brenglaða kýmningar? Ég þekki ýmsa sem er þannig ástatt með. Ég vil segja það að ég nú er sá sem að forsætisráðherra á við. Eitt af því sem flest hefur er að það hefur verið langt atriði með Jóhannessi Nordal þar sem hann syngur gamanvísur seðlabankabyggingun og bankastjórabílana. Segðu mér eitt, Albert, ert þú búinn að tala um þetta við Jóhannes? Já. Ég hef ekki rætt það við Jóhannes, nei. Sko þetta er hugmynd. Það er hugmynd sem ég er með og ég tel að það sé ein leið. Og mér langar að snúa mér á öðru. Fyrirgefið þig. Mér langar að snúa mér á öðru. Fyrirgefið þig. Fyrirgefið þig. Það er atriðið með hænsnónum. Já, finnst þér það leiðinlegt? Kannski ekki beint leiðinlegt, en heldur subbulegt. Þið voru þannig greinilega gera grínað kjötmálinu eða hvað. Og slátruðu þarna nokkrum hænsnum. Þeim er alls ekki slátrað. Það er gert nákvæmlega sem við lögðum til. Og hefur verið full samstæð það í ríkisstjórninni. Já, tíminn er því miður bara flogið frá.
Nú úti þessi áratugur kvenna og nú upphefst þessi karlaöld á ný. Nú aftur kominn tími Tom og Jenna en við tökum ekki nokkuð mark á því. Látum svínið spinna rokk í kjól, látum svínið skúra gólf og búum ból. Hó, hæ, hó, látum svínið spinna rokk í kjól. Lýsandi dæmi þetta er orðið frussa með sérstakri áherslu. Frussa, Ingibjörg. Hvað er mikill munur að vera komin í sitt eigið húsnæði. Krakkar mínir! Já! Viljið loka á eftir ykkur? Lokaði sjálfur! Krakkar! Það er ekki hægt, sko. Hafa lokað hérna! Já, gera sjálfur! Gera sjálfur bara! Já, takka svo! Nei! Það var þýkkalegt! Rósa tekur þetta. Rósa, kíla á það svo. Og maða! Já! Glæsilegt, maður! Fræðislegt! Ja, Tóki, takk þú eina. Nei, jú, takk fyrir. Passaði! Stór hættuleg. Hvaða kúla er þetta? Þessi? Já, takk þessu bara. Sjöðu. Bara tróða puttunum vel í, ná góðu tæki. Góðu tæki á þessu. Ok. Já. Þetta er þung svolítið. Já, svo bara, svo er málið bara að láta hana vaða, sko. Já, vaða. Og sjá! Það sleppa kúlunum, maður. Tóki minn. Já, ég áttaði mig ekki á því að sleppa henni. Heldur alltaf fast. Já, það mátti að nota þess að hendi í ykkur. Munaði næst. Gott ekki að tegja þig. Gott kvöld. Sundag kemur 20:30 eitthvað þetta er margt að segja þetta, ég stend ekki, þetta er búið. Þú livir ragul одиночкая. Одиночкая. Зузавишь, не грозно. Тревожно. Зомузачсуиш, сани завизготстя, зоэлитсня занжос. Já, við sáum þarna stutt atriði úr myndinni meðan laufin sofa leikja spaðarnir andvaka og við vorum svo heppin að fá leikstjóra myndarinnar meðan laufin sofa leikja spaðarnir andvaka hingað til okkur í sjónvarssal. Og ég vil þá í framhaldi af því beina spurningu minni til leikstjóra myndarinnar meðan laufin sofa leikja spaðarnir andvaka. Hvert varst að fara með þessari mynd meðan laufin sofa, já, veit ég hvað ég við? Já, með þessari mynd á meðan laufin sofa, já, liggja spaðarnir andvaka. Já, þá fyrst og fremst verið að túlka sem sagt þessa... Já, fyrirgefðu, þú ert nú bara túlkur hérna, þú vildir koma spurninguna framfæri við leikstjóran, takk. Já, ég get alveg gert það. Það alveg sjálfsökarlaust af minni hálfu. Takk fyrir. Þú veist ni, levels, þú filmi sig гривичную. Нет, да ты фильм из Оттавы, а ты что бать, за фестиваль. Блат, þú tókst niður. Já, hann segir nú að þessi mynd sé bara eindómt bull, að hann hafi gert hann í fylliríi og þetta sé bara tóm vitleysa. En ég held nú hins vegar þetta sé ekki alls kostar rétt. Já, bíddu aðeins. Ef við tökum sem dæmi atriði sem við vorum að skoða þarna áðan. Þá eru, já, rólegur, ég ekki búinn. Þá eru þarna í þessum atriði mörg ákaflega sterk tákn. Við getum tekið sem viltu slappa af, mann, anskoti!
Slappa af. Hvað segir leikstjórinn þetta? Já, nei, sko, við skulum ekki vera að flækja málunum of, sko, ekki vera að blanda of mörgum í þetta. Расположить фильм за трассы в носу. Ленинград, Волга, дружище ты. А ты бы страху вот Hvað var hann að segja? Nei, þetta bara persónulegt mál á milli okkar, við skulum ekki fara neitt lengra með það úr sögunni núna. Já! En svo við tökum þetta atriði áfram þá virkilega það snertir mann ef maður fer að hugsa út í það. Það þarna í þessu atriði mörg alveg afskaplega sterk tákn eins og ég sagði. Það eru eldur, það eru jörð, það eru vatn, það allt í þessu og það virkar verulega stuðandi á fólk. Já, það gerir það. Við höfum því miður ekki lengri tíma, þannig að ég vil bara þakka fyrir komuna. Já, konuna, já, það gótt að myndist á hana. Nei, við getum eflaust talað þetta í alla nótt. Já, það allt í lagi mín vegna, ég ekki tímabundið. Takk fyrir. Meira helvítið fýblið. Óli, hvað má bjóða þér? Já, með hverju mælir þú? Já, ég mæli nú með þessu hérna. Með þessu? Já, ég mæli með þessu. Að hverju? Nú, ég að byggja. Ertu að byggja? Já. Ég líka að byggja. Ertu að byggja? Hann að byggja, hann að byggja, hann að byggja, hann að byggja. Já, engan þarf að undra þann ég þykja. Þó auminginn sé þjakaður á taugunum. Hann vinur okkar Baldur að byggja. Með bauga undir vaxtabólnum augunum, því bankarnir í leyni margir liggja og láta sem þeir séu með á nótunum. Þeir vita það að Baldur að byggja og brátt skal kippa undan honum fótunum. Pabbi skjóti brækitu, allir horfa á. Já, en pabbi, hann kemur kannski á morgun eða hann kemur niður með prikinu, vinnan. Pabbi kemur niður með prikinu. Passaðu þig ekki flautuna, maður. Segðu mér hérna, tóan þessi skaðvaldur sem fólk segir hann að vera? Skaðvaldur? Þetta viðbjóður, þetta pláa, getur sagt. Og þá komið að síðasta liðnum í fegurðarsamkeppninni. En það liðurinn sem við kjósum að kalla tekið í tólið. Nú, það hefur sýnt sig að góð þjálfun í þessari list býður upp á ótæmandi atvinnutækifæri. Ég tala nú ekki á erlendum markaði. Nú, það ekki til einn að bíða. Dómnefndin tilbúin? Það nefnilega það og hún tengd. Já. Hún vel tengd. Magnús tengdur. Það gaman að hafa þig með okkur hér í kvöld, Magnús. Þú kemur langt að. Nú, dveljum ekki lengi við það. Og þá vildi ég biðja fyrsta keppandan að stíga í klefan. Sigríður Hafþórsdóttir, gefum henni gott klapp. Nú, eitthvað að gerast hjá Þórði. Þórður lagður í hann og gaf henni ljóminn. Nú, Frímann. Já, Frímann. Að stígur hjá Frímann, já. Já, það var lagið Frímann. Nú, það rólegt hjá Magnúsi. Magnús. Já. Það reyðist hjá Magnúsi. Magnús. Nei. Magnús við. Magnús tekur rættir hann. Og nei. Já. Takk fyrir.
myndinni. Takk fyrir. Skaup! Áttu eld! Eftir skamma stund Cowgirls and Angels, fjölskyldumynd uppreisnargjarna stelpu sem leitar föður síns sem kúrekasýningakappi.